Já, kæri hlustendur, verið velkomin í sjötta þátt Pingjunar. Já, svo sjötti og minn síðast á tökkunum allavega. Já, það lítur út fyrir það. Ég alveg kominn tími einhvern veginn að ég fá að Þetta var þetta góðu tækja. Já, ég ætla að vera að taka over. Já, nei, ekkert verið að því, sko. Ég held að sé alveg kominn tíma á að gefa mér sens á tökkunum. Já, ég held Þú átt að til að vera erfiður. Ertu til dæmis núna? Er tónlistin of há? Ég veit það ekki. Nei, Eða svona fín, kannski svona. Ég fengi last fyrir þetta og ég ætla að bregðast við þeirri gagnrýni og láta mig hverfa á tökkunum. Guð minn, góður. Já, nei, Þú gæti kannski á stjörnuleik í dag. Við skulum endurskota í lok þáttar. Við lofum partí þætti. Algjörlega. Heyrðu, Yes. við værum ekki hér ef ekki væri fyrir... Sorry. Herru. Nei, Já, svona, kynnum bara samstarfsaðalinn okkar hérna eðla. Þetta er Dominos, það er Joe and the Juice og Kjeldan. Og svo var það dettin nýr. Samstarfsaðali. Já, góðu vinnur okkar. Og það er Renta Tekjur. Renta Party. Renta Party. Og við kunnum þeim bestu þakkir fyrir samstarfið. Já, klálega og þeir kom í hópinn og höfðu samband og voru búin að segja að þessi þáttu væri gott partí og þeir vilja taka þátt í því. Algjörlega. Ég skil þau bara mjög vel. Er það ekki svolítið staðan að, hvað getum við sagt, allir séu mér svona 90% markaðshlutdeild í brúðkaupum, ég veit ekki með fermingar, útskriftir, ammæli, myndakassi. Já, myndakassin. Við þurfum kannski að taka þetta fyrir bara. Skoða þennan partímarkað. Já, við þurftum að kíkja á það. Þeir eru svona top of mind, myndi ég segja. Já, klálega. Þú erum við að velja góða upp á þetta. Við erum með the top of mind í okkur. En herru, þriðjudagur, Dominos með þriðjudagstilboð í dag. Já, rétt. Og ég á leiðinni í pizzapartí einmitt í kvöld. Hveragerði. Já. Þannig að Þeir eru ekki með Dominos í Hveragerði? Nei, Selfossi. Já. Þannig að það þarf að skutlast þetta í því. Við erum sérst að tala um það. Þú ert að fara yfir heiðina. Já. Og tekur Dominos með þér? Nei, náum í það á Selfossi. Förum svo til Hveragerðis. Í alveg? Reynda verður pizzan lent á Hveragerði sennilega þegar ég lendi en. Já, það. En nóg það. Þetta er nú svona eins og eina af mínum verstu viðskiptaumdum árið að við ætlum að fara að flytja Dominos á Egilsstaði með flugi. Já, bara brókera það. Já, ekki komish. Við ætlum að vera buy and sell. Já. Þetta er hörku viðskiptadíl. Kannski að fólki þarna... Eins og ég segi, einu mínu verstu og hún fór blessunlega ekki úr hlaðinu, svo hugmynd. Hvað þá í loftið? Nei, svo það Joe and the Juice, það Joe appið, þeir eru með miðvikudagstilboð þar. Samloka á lítill juice eða kaffi á 1490, sem ég kalla gjöf. Þetta er geðveikt tilboð. Og við erum náttúrulega hérna bara í næsta nágrenni við Smáralindina. Já. Það er eitt vanmeti við Joe Juicera. Hann er svona kaffikall. Það er helviti gott að fá sér 2 espresso þarna. Já, þeir eru með gott kaffi, sko. Já. Svona mæli með fyrir þá sem er allavega á hlaupum í Smáralind og öðru. Já. Gefið sjens allavega. Já, gefið kaffinu sjens. Kaffi nefnilega, þetta kom mér óvart. Ég ætlaði að vera eitthvað með eitthvað léttmeti og fekk mér djús og kaffi og kaffið er nefnilega, já, ég veit ekki hvað við þurfum að fá það upp úr þeim en það er svona... Það eitthvað í þessu? Það er allir Jói djúsari, ég fór og fekk mér djús. Ég segi Jói kaffikall í dag. Nei, herðu. Joe and the Coffee. Joe and the Coffee. Nei, herðu, svo það sjálfsögðu Kjeldan, það grunninnviður í okkar starfsemi. Já. Og við værum ekki í þessu, ef ekki væri fyrir þá. Nei, ég meina eins og við komum staðið í síðast þætti, þú rekur ekki samfélag án leikskóla. Nei, einmitt. Þú heldur ekki út í Pingju án Keldu. Algjör grunninnviður og svo sjálfsögðu Renta Party, sem er með allt í partíð. Já. Og ég held að við höfum nú báðir fengið að njóta góðs af því í gegnum tíðina. Já. Nokkrar slæmar myndir verið teknar af mér í partíjónum á þessum kössum. Já, heyrðu, ég er með nokkrar hræðilegar. Ég er mitt að veltaði fyrir mig núna hvort að okkar maður í Renta Tent sitja á einhver svona myndabunga. Renta Party? Já, Renta Party, Renta Tekjur og Renta Tent. Þeir eru með þetta allt, sko. Já, það er einmitt, það væri hægt að blackmaila mig fyrir nokkra svona myndir. Já, ég hugsa það. En partí er ekki dánuðra. Já, ég er sammála því. Þetta er oft einu minningarnar hérna á Íslandi. Já. Það er Renta Memory. Ætli þeir séu síðan að selja þér? Nei, ég veit það ekki. Herðu, en við erum að sjálfsögðu að vanda með 2 ársreikninga í dag. Þetta eru þungaviktar. Já, það má segja það. Já, ég tek hérna fyrir eldur rétt. Já, það er stórt. Og þú ert með... Te og kaffi. Te og kaffi, takk fyrir. Og ég ætla að viðurkenna, ég fann sko svolítið aftur gleðina í því sem ég er að gera, að kíkja á te og kaffi. Ég er náttúrulega brenn fyrir kaffi. Já.
hráurum. Alltaf séu margir svona hráuru spekulantar á Íslandi eins og við erum mikið að spá í þessu. Ég elska að fylgjast með flökti á kaffibönum og hveiti og lax maður lærir aldrei nóg samt maður þyrfti einhvern veginn að kafa sér alveg allir stóðmjólkin eða einhverju fleiri góður það er góð spurning sko. Það er náttúrulega, þetta er risa markað, það er kókosólía skilur og það er bara allir fjandinn þarna á þessu sko. Þetta kveikti svolítið gleðin aftur, ég var ekki alveg með sjálfum mér í leikskólafræðinni sko. Nei, erfitt að bera saman mikið hittamál ég mæli samt með að fólk leggja við hlustir á þann þátt þetta var svona áhugaverður þáttur þetta var, aristokratisk komedi/dramatík, ég veit það ekki en nei, ég tók gleðið minn á ný og verð held ég bara með sem er vel, góðan þátt mikið er það vel herðu, en með Eldun rétt þú ætlar að byrja? Ég ætla að byrja í dag og þau náttúrulega komu eins og stormsveipur inn á íslenskan matamarkað og hvað ár var það? 2013 og ég er nokkuð viss að margir hlustendur hafa einhverju tímapunkti átt bara í viðskipti við þau Svo sannarlega en fyrirtækið er stofnað 2013 og það skaffar hráefnum til eldunar og samt bara uppskriftum og fleiru svona, þú veist, þau ýmist skuttla þessu nú upp að dyrum bara til viðskiptaðina eða fólk sækir líka hvernig það er Ég flutti inn hérna fyrir núna 3 árum. It's like clockwork. Alla mánudaga þá sé ég Eldum rétt kassan fyrir framan hurð nágrannans. Og þetta það er í boði bara alls konar matseðlar af öllum stærðum og gerðum og bara fyrir alls konar fólk og hérna þannig að það er bara flott. Og það kemur hérna fram í fréttaflutningum að stofnendur fyrirtækisins séu þeir Kristoffer Júlíus Leifsson og Valur Hermannsson en samkvæmt ársreikningum frá hérna 2013 til 16 er einungis Kristoffer skráður sem eigandi og þar fer hann með 50% hlut á móti Hönnu Maríu Hermannsdóttur sem mér skilst samkvæmt öðrum fréttaflutning að sé unnusta Vals, hinn stofnandans. Þannig að það er ekki fyrir í ársreikningina 2017 sem að Valur virðist vera komin inn í þetta til helmings á móti Kristoffer, allavega samkvæmt ársreikningum sko. En hérna í desember sama ár þá festir Baskó kaup á helmingshlut í félaginu á 420 milljónir króna. Og sem gefur félaginu í rauninni verðmat upp á 840 milljónir króna sem er bara á 5 ára á 4 ára hérna rekstri vel gert sem er hérna nokkuð vel á sig vikið 2019 þá eru enn kaupin þá það Skeljungur þá kaupi Skeljungur sem Baskó og eins og kannski einhverju muna en í þeim kaupum var Eldum rétt undaskilið þannig að eignarhlutur Baskó í Eldum rétt hann var færður yfir til stærstu hluthafana sem var Horn 3 eða sem er Horn 3 það er framtakssjóður sem er rekinn á landsbréfum þannig að endanlegt eignarhald árið 2020 samkvæmt ársreikning er að Kristoffer á 25% Valur 25% og Horn 3 á 50%. Það er staðan í dag? Það er staðan í dag. Þetta var svona dálítið langsótt en ég vildi bara hafa þetta á hreinu. Arnar, þakka kærlega. Verðið þér að því. Þannig að hérna, kannski að taka það fram síðan að ársreikningarna á ársreikningu sem ég mun hafa hérna rauði þráðurinn verður ársreikningurinn 2020. Herðu, þá er það bara tekjurnar, eða kannski aðeins bara að renna yfir söguna. Mér er svo gaman að skoða ársreikningar svona aðeins aftur í tímann og fá tilfinningu fyrir sögu fyrirtækina, sko. Akkurat. Þannig að ég skoðaði bara hérna aftur til ársins 2013. En sem fyrir, þú veist, þá er vesen, bara þetta allsherja vesen með ársreikninga fram að árinu 2016, sín ekki tekjur eða svona sérstakar sundurliðanir í rekstrarreikningnum, sko, sína bara hagnaðinn. En ef við förum aðeins hérna yfir upphafið þá tapaðu sko rúmum 15 milljónum króna fyrstu 2 rekstrarárin sem sagt í samtals og þau eru þarna strax komin bara í neikvæða eiginfjárstöðu sem er svo sem ekki óalgeng bara hjá litlum fyrirtækjum sem eru svona að fóta sig á markaði. Akkurat. En tek eftir hérna í efnahagsreikning 2014 eftir 2 ári rekstri að eigendur þeir eru byrjað að fjármagna tapið bara með láni til fyrirtækisins. Þannig að skuld við eigendur í lok árs hérna 2014 eru orðnar rúmar 24 milljónir króna.
Þannig að þau eru rauninni bara að funda þetta úr eigin vasa Í rauninni sko og þú veist þetta hefur verið gríðarlegt hark hjá þeim til að byrja með greinlega og ég er vissum að einhver hefur lagt þarna árið í bát en Er þetta HSH? Hugsjóna fólk sem hlæðir í dag? Það er hugsjóna Já, það er reynda vantar F og svona inn í þetta HFSH Æ, Óttar í Tösti var eitthvað Já, er hann búinn að vera að garga þetta hérna að skrifa þetta á töflu hérna frammi einmitt við skulum kannski fara yfir það seinna en hérna En svo kemur hérna árið 2015 og þá náðu við að klóra í bakkan með fyrsta hagnaðinum upp á tæplega hérna 9 milljón króna hagnaði og þá náðu við að greiða upp þetta lán við eigendur þó með nýju langtímaláni upp á 21 milljón sem þau ætlaðu að greiða niður hérna bara á 2 árum samkvæmt ársreikningum hérna sem kom í kjölfarið eða samkvæmt þessum ársreikning en hérna, þú veist, það hefur þau greinilega sáu fram á eitthvað bjartari tíma þarna Eitt hérna, út af því að, sorry, ég stökkvinn Já eitthvað með hvernig þeim datt þetta í hug? Höfðu einhverja reynslu úr matvælamarkaði? Ég nefnilega fann lítið það Fékk einhver bara hugljómun, heyrðu, nú byrjum við að senda mat heim Ég svona gerir fastlega ráð fyrir eitthvað af þeim hafi einhverja reynslu í eldhúsi eða einhverju svona, þú veist, stór eldhúsi eða hvernig sem það er, sko Æla bara lítur að vera, en hérna Svo voru nú reynda komin erlend fordæmi eins og HelloFresh og Já En já burt sér frá því við kíkjum aðeins inn á það eftir Sorry, haldt áfram En bara, já, eins og ég segi, hérna, fjármagna bara, hérna, þessa greiðslu til eigenda með bara öðru langtímaláni og sem þau alltaf greiða niður á 2 árum og það var greinilegt að, þú veist, einmitt, það var bjart framundan á þessum tíma því að, og þú veist, og það var góð ástæða til þess því að, hérna, árið 2016 þá hagnast þau 78 milljónir í tæplega 568 milljón króna veltu. Þannig að, þú veist, á því ári er það að kaupa hérna fasteign fyrir 107 milljónir króna að því að virðist með 65% skuldsetningu svo, þú veist, það er greinlega komin bolti í þau þarna þau eru, hérna, þú veist, farin að hagnast og hérna fjárfesta Á 3. ári sem sagt náðu þau að Já, þetta er hérna einmitt 2016 Já, ég skal trúa að það sé dýrt að láta svona apparat vaks og grasi Já, algjörlega En svo, þú veist, framhald að því bara byrja tekjurnar að líta dagsins ljósina í ársreikningunum loksins ekkert hérna, það var ekkert bara hagnaður, þarna var bara hægt að sjá sunduliða og já, eins og ég segi nefndi áðan bara það ár 568 milljónir króna en síðan þá hefur tekjuvöxtur verið 21,6% að meðaltali á ári og nú síðasta árið 2020 stóðu tekjur um 1,1 milljarði sem er náttúrulega stór myndalegu vöxtur bara Já, þetta er það sem að þeir í Renta Dent tók eftir eða Renta Party, við köllum þetta Já, bara bæði Renta tekjur Já. í þeirra reikning Já, einmitt Þannig að það er þetta að tala um Renta tekjur Einmitt Já, nóg það hérna, Very bad Svo teki hérna þinn signature metric sem er tekjur per starfsmann Já Það er Yngvi Special og það er 31,3 milljónir króna í tekjur á hvern starfsmann og hérna, og þetta eru 36 ársverk og hvað segir sérfræðingurinn? 31,3 milljónir króna per starfsmann er þetta Sko, með það sem ég hef hérna eftir þá er þetta bara þokkalega gott Erfitt að bera saman á milli Já, þetta er náttúrulega mismunandi bransar Já En hérna, já, enga síður þá einmitt, lítur út fyrir að þetta sé bara sæmilega flott hérna, tekið per starfsmann Já Herðu Eru komni reikningar fyrir einhverja sem eru samkeppni við þá? Ég kemur kannski inn á það eftir Já, ég kem aðeins inn á það eftir en hérna, en já, eins og ég segi, bara árið 2020 1,1 milljarður í tekjur og úr því förum við svo yfir í koksið, kostnaðarverð seldra vara Vörunotkunnin árið 2020 voru 638 milljónir króna það gefur okkur 76,6% álagningu og hérna tek ég mitt fyrir 2 fyrirtæki. Annað þeirra er Eittver og Elda sem að vissulega kemur inn á markað talsvert seinna og ég er í rauninni að velta talsvert minna hérna árið 2020 en enga síður þá eru þeir að bjóða upp á 71,1% eða bjóða upp á við erum með 71,1% Já, má bjóða þér upp á aðeins herri álagningu Þau eru með hérna 71,1% álagningu
Og svo fer ég hérna yfir til Þýskalands. Það Hello Fresh. Það bara eins þjónusta í rauninni, bara nákvæmlega eins. Já. Það vissulega talsvert meiri starðarhagkvæmni og þau eru með talsvert hærri álagningu, eða 155%. En þarna náttúrulega kostnaðarverð seldra vara bara væntanlega lægri prósenta. Þau kaupa bara í meira bölki. Já. Og geta því smurt meira óná, líklega, sko. Ég get trúa því að starðarhagkvæmni í innkaupum í svona geti skipt alveg. Já, sko. Alveg klálega. En svo álagningin að meðaltali síðustu 5 ár um 81% hjá Eldur rétt og hefur haldist bara frekar stöðu í kringum svona 80% síðustu ár. En það greinilegt að það aðeins eitthvað að lækka núna í þessari 76,6% álagningu. Já. Því að það eru alltaf fleiri og fleiri, þau þurfa að kaupa meira og meira hráefni, fá væntanlega hagkvæmari díl og þar fram eftir götunum. Já. Herðu laun og launatengt gjöld, þau eru 270 milljónir króna og af því fara 219 í hreinlaun sem með 36 ársverk gera 507 krónur að meðaltali á mánuði á hvern starfsmann sem bara mjög bara fín meðalun. Myndi ég segja. Hærri en við höfum séð. EBITAN, það var 124 miljón króna EBITDA á árinu eða 11% EBITDA framlegð. Meðal EBITDA framlegðin frá 2016 er 11,9 sem líklega svona bara yfir meðaltali gott, myndi ég segja. Já. Til samanburðar 2020 voru Eittvir og Eldar reynda með 13,9%. Hvað sagður að þeir var að velta? Er ekki svolítið minni? Eittvir og Eldar, þeir eru svona í kringum 120 milljónir. Já. Þannig að þeir eru svona, þetta svona tæplega 10-falt minni velta. Já. Svo það Hello Fresh með 8,7% EBITDA framleið. Og það finnst mér athyglisvert en enga síður þá Eldur rétt að gera eitthvað rétt og ég held sér fjölmargt en Hello Fresh athyglisvert ekki, þeir eru alltaf bara með bullandi, þú veist, 3 milljarði evra í tekjur sko, tæpa hvort það verið 2,7 milljarði evra, bara sturlu upp að sko. Og þetta er svona meðalstórt þýskt fyrirtæki. Nei. Jú, eða ekki það? Ég veit ekki, reynda þegar maður spári í 2 milljarðir evra 2 milljarðir 2,7 milljarðir. Já, það er nú reyndar alveg þokkalega. Já, jável bara stórt sko. Já, ég veit ekki. Segjum lítið til meðalstórt til að móðgenga. Segja það. Herru, þá bara beint yfir í hagnaðinn. Það er hreinn hagnaður 2020 upp á rúmar 79 milljónir króna. Þau eru að hagnast 300 milljónir króna á árunum 2013 til 2020 en greiðu sér ekki út arð 2020 greiða í rauninni fyrst út arð 2017 og á þessum árum 2017 til 2019 eru það greið út samtals 105 milljónir króna í arð. Þannig að eitthvað hafa þau haft upp úr þessu. Já. Persónulega, það er nokkuð ljóst. Herðu, þá skulum við bara slæta yfir í efnahagsreikningin í boði Jóa Djúsara. Já. Og þá förum við yfir í eignirnar og byrjum að fastafjármunum. Þeir eru upp á rúma 151 miljón króna. Áðurnefnd fasteign er þarna stærsta eignin og stendur bókfært virði í 98 miljónum króna. Innréttingar og tæki keypt fyrir 31 miljón yfir líftíma félagsins. Þetta nánast bara að fullu afskrifað, bókvært virði stendur í tæpum 6 miljónum. Bifreiðar bókvært virði 5,6 miljónir. Hafa sömulegis verið bara afskrifað mikið en það eitt sem kemur óvart það hafa bara verið keypt bifreiðar fyrir 13 miljónir króna í líftíma fyrirtækisins. Þú veist, eru þau ekki með fullt af bílum með? Já, maður myndi halda þetta sé mögulega sko kannski hafa kannski leikt eitthvað út eða ég veit ekki. Það er náttúrulega eitt sem maður hefur séð og ég var á fundi með einum í logistics bransanum fyrir vikunni. Hann sagði Íslendingar velja alltaf ódýrasta kostinn þegar kemur að klára þetta. Og þú veist, við erum nýbyrjuð að láta bara skutla þessu heim. Við vorum alltaf eitthvað að þrjóskast við að ég fara að sækja og það getur bara vel verið út þegar að frýtt að sækja. Þá er það bara búið að vera aðal dæmi sko.
hörku punktur sko. En ég veit ekki, það hafa allavega verið keyptir bílar hérna fyrir 13 milljónir frá upphafi og stendur núna í bókfæru upp á 5,6, þannig að það er búið að afskrifa það slatta. Og já, þannig að þetta voru fasta fjármunir, dembum okkur í veltu fjármunni, það eru tæpar 157 milljónir króna, þar handbært fé, kóngurinn, langstæsti hlutin, 130 milljónir, pingjan, þung handbær pingja, jável, við höfum haft orð á því. Já, það er bara hægt að dýfa sér ofan í þetta. Hér eru byrðir upp á 20 milljónir króna og þetta er svona félag sem að væntanlega rúlar á byrðum þokkilega hratt, þetta eru hráður. Þetta er náttúrulega eins og þetta gengur við, þú veist, maður tekur hattinn ofan, þetta er brilliant business model. Þú handar á miðvikudegi og þau eru náttúrulega komið núna með 9 ára reynslu. Jú, tæplega, jú. Já, á 9. starfsári, geta væntanlega að gefa sér einhver gildi það hvað þau eru að fá marga pantanir upp á sem sagt, hvað þarf að panta inn. Já, upp á innkaupin, emitt. En vita það náttúrulega á miðvikudagskvöldi nákvæmlega. Það er svo beautiful viðskiptamódel sko. Og senda þið út á hvað mánudum? Já, það er gjössalega beautiful. Sótt á mánudum og þriðjudum held ég. Það er hérna, ég fór bara svona gamni mínu yfir í hérna velturhraðabyrða og þú veist, hér á hann að vera nokkuð hár og hann er hérna 39 sem að þýðir að lagerinn er endurnýjaður hérna 39 sinnum á ári og það gerir hérna 9 daga á 9 daga fresti að meðaltali. Já, mega fullkomins. Þannig að þú veist, það í rauninni stemmir. Og já, það er svona kannski það helst sem ber að nefna hérna í veltufjármunum og þar standa svo heildar eignir, fasta fjármunir pluss veltufjármunir í 307 milljónum króna. Herðu skuldirnar, langtíma skuldir, það standi 53 milljónum króna hjá Eldurrétt og af því er 49 milljóna króna skuld hérna við lánastofnunir og samkvæmt sjóðstreymis yfirlitum þessar ársreiningar sem ég er búinn að skoða þá hefur ekki verið tekið nýtt lán síðan þau tókuð þetta 65% fasteignalán sem ég nefndi í byrjun. Já, bara búinn að vera að borga það niður. Búinn að vera að greiða það niður. Til allrar hamingju er lánið óvertryggt samkvæmt skýringunum sko, en verðbólgudraugurinn hefur nefnilega sérst hérna svífandi yfir vötnum. Hér sem á annar staðar. Þannig að hérna bara til allrar hamingju er þetta óvertryggt og þau þurfa ekki að hafa áhyggjur af draugnum sko. Má ég nú sjá, hér var ég með, má ég nú sjá. Já, það er í rauninni, þetta er bara þessi langtíma skuld sem að hangir yfir þeim. Svo eru skammtíma skuldinar, þær eru 61 miljón. Ég er nú ekki vanur að skipta mér mikið af þeim og þú veist, það verður bara lítið breyting þar á í dag. Þú veist, þetta eru yfirleitt bara einhverja viðskiptaskuldir og opinber gjöld og sem, þú veist, bara þarf að greiða innan árs. Já. Skammtíma greiðsluhæfið, það er hins vegar eitthvað sem ég hef mikinn áhuga og horfum mikið til. Jú. Spurningin er, þú veist, eiga þau nægilegt veltufjármagn til að inn af hendi fyrir skuldum til skamstíma. Akkurat. Þannig að hérna, ég tek hérna veltufjárhlutfallið 2,59 sem er bara stórfínt og lausafjárhlutfallið 2,25, ekki langt frá. Og þú veist, þetta eru bara það beautiful tölur að ég ákvaða að kynna til leiks, sko, 3. skamtíma greiðsluhæfismetrikinn. Í dagins, prónefndin, hún... Nú er prónefndin að ærast. Já. En þetta er ekki... Þetta reiðufjárhlutfallið sést ekki eins og í Nýja testamentinu, sko. Þriðja testamentinu, segi ég. Sko, þetta er, skal ég það segja, ég kynni til leiks reiðufjárhlutfall. Okay. Og það er 2,15 og það er einfallega bara þeir geta borgað upp hérna skamtíma skuldirnar með handbæru fé tvisvarsinnum, rúmlega tvisvarsinnum 2,15 sinnum. Þannig skildar rétt, þeir geta tekið pingjuna. Já, þeir geta í rauninni teikt sig honi í pingjuna. Tæmt hann einu sinni. Og þeir eiga eina pingju inni til að tæma. Algjörlega, bara í þessar skamtímaskuldir. Á harðasta mælikvarða sem prónefnd viðurkenndra bókara hefur sett fram. Já, nei, reyndar, þau gera það ekki einu sinni, sko. Ég er búinn að vera að bíða eftir tækifæri til að kynna þennan metrik, sko. Já. Ég fann þetta ekki, þetta er ekki í þriðja testamentinu. Þetta er það hart hlutfall, sko, að þú sér þetta ekki einu sinni, þú veist, fólk í prónefndinu hugsa bara, nei, þessi er ekki með sönsum ef hann ætlar að fara út í þetta. Þú getur verið að brjóta eitthvað boð. Já, en ég gerði það. Já. Þannig að þessi skamtíma greiðsluhæfnis staða hjá þeim er frábær. Og þetta stenst bara, álagsprófið okkar hjá pingjunni. Það er ekki spurning.
Herðu, Já, svo aðeins í skuldahlutfalli. Það er hérna talsvert innan heilbrigðra marka. Þetta er 36,9%, sem er bara flott og þau mega jafnvel við því að skuldsetja sig ennþá meira. En ég ætla nú ekki að gerast einhver ráðgjaf um það. Nei, ég meina að binna í bankanum algjörlega sjá þennan. Ja, algjörlega, binni, bara þau geta heyrt í honum ef þau vantar. Og ég held að hann mun nú ekkert neita þeim. Hann hefur ekkert í þetta að gera. Nei. Herðu, eigið fé. Hann getur ekki einu sinni pantað þetta, held ég. Hvað segirðu? Hann býr út á landi, hann getur ekki pantað. Ná, já. Þurfum við ekki að fá binna í þáttinn? Nei, skulum ræða það sinna. Herðu, óráðstafað eigið fé. Já, við förum yfir í eigið fé. Það var óráðstafað eigið fé hérna upp á tæpar 194 milljónir króna. Þetta er bara næstu allt eigið fé. Eigið fé stendur hérna já, bara rúmlega 194 milljónir króna. Þannig að hérna, þú veist, þetta er peningur sem þau gætu greitt sér út í arð, bara allt sitt handbæra fé í rauninni. En það er náttúrulega líklega ekki skynsamlegt þó, en þá myndi, þú veist, náttúrulega skamtíma greiðsluhæfið falla fljótt og þú veist, það vil ég náttúrulega alls ekki sjá, sko. Nei. En þau greiða hérna ekki út arð 2020, þau að safna í pinguna, þú veist, þau vilja sitja á henni greinilega. Já. Þú veist, hér var gulli tækifæri á þessi frábæra rekstrarári að greiða út arð, sko. Sennilega hafa þau nú samt haft einhverja forvörd gegn hérna óvissunni, bara COVID og þetta. Það er náttúrulega eitt í þessu, mér finnst eins og að sé alltaf einhver að reyna alltaf að fara að herja á þeim. Það er komið ný samkeppni núna, samkeppniræðin er góða sko, en helviti margir sem hafa farið að stað að ætla að eiga þennan marka, en ég get ekki betur séð en að eldum rétt sér unni bara svona stinga af og eignast hann sko. Já, það lítur út fyrir það. Ég var í bölvum vandræðum með að finna sambærileg fyrirtæki, það var þá kannski aðalega bara eitt fyrir valda. Já, svo kom nýtt núna í fyrra sem heitir held í Matsill. Já, það er eitthvað byrjað að spretta upp sko, en þau voru alveg sem alltaf að fara á stað sem var held ég eitthvað soft lunch, bara publicity. En já, eins og ég segi, bara gullið tækifæri hérna að greiða út arð, gerðu það ekki. Örugglega bara einhver forvörn gegn COVID, það var náttúrulega mikil óvissa og annað. En þau náttúrulega hafa þrifist örugglega bara fáránlega vel í, þannig að, þú veist, við sjáum það hérna 2020, 2021 eflaust ennþá betra. Já, það er náttúrulega eitt sem ég hegg eftir hérna í innganginu innum, þá varst að tala um allan fjandan hérna. Já. Komst inn að það, hvað þetta var mikill tekjuvöxtur milli 2019 og 2020 eða? Já, ég gerði það. Var ég bara sofandi? Nei, ég talaði meðal tekjur hérna síðustu þú sagði 21%. Þetta var 50 og eitthvað % tekjuvöxtur milli 2019 og 2020. Þetta fyrir 738 upp í 1126. Já, algjörlega. Þetta var gríðalegu tekjuvöxtur og þetta er klálega eins og við höfum séð margótt áður að COVID er að spila þarna. The winners of COVID. Já, þú veist, það má eiginlega segja það sko. Þetta fyrir hvítubókina sem winners of COVID. Já. En hérna, já. En þannig að, já, bara engin arður. Ég veit ekki, kannski hattaðu peninga, ég veit ekki. Nei, þetta er... Það hefur heyrst þarna frá þeim eitthvað, hérna, eigendurnir hafa talað um peninga. Bara, peninga? Nei, veistu, ég nota svo lítið af þessu. Ég bara hef ekki not fyrir þetta. Ég bara safnaði þessi pingina. Við erum bara að byggja upp. Herðu, já, bara svona aðeins til að loka þessu sjóstreymið. Það er bara til fyrirmyndar, hérna, glæsilega sjóstreymi. Ég náttúrulega nota sjóstreymi mikið bara svona til að hjálpa mér við að rekja söguna. Og það er mjög gott að nota sjóstreymi í slíkt, þú veist, en það er þessi eðlis að það er hundleiðilegt að vera að hlusta á það bara hérna, mér verið að þylja það upp, sko. Ég sjálfur les það til að gleyma því, sko. Ég nota þetta svona dálítið til að styðjast við söguna og einmitt, bara búa til einhver svona í hausnum á sér bara hvað var að gerast hérna, sko. Já. Maður verður að sjá það, sko. En bara, já, til að draga þetta saman, djúpa pingjur, falleg saga, fallegur ásreikningur, bara á öllum vígstöðum. Og bara greinilega frábær rekstur. Ég myndi, hérna, einmitt, bara skella þessu á djúpar pingjur, sko. Já, þetta er bara frábært. Við hafa ekki yfir neina kvarta, held ég. Ég held að ef þau eru að fara alltaf staffapartí, þá verði myndakassar. Alveg klálega, já. Og sér hvað fleira, renta party. Já. Því að þarna er party. Þarna, já. Heyrðu, það er allan að nóga starfsmönnum, 36. Eitt hérna lokum, var einhver leið að áætla hvað þetta eru margar áskriftir á mánuði hjá þeim eða? Ég fór ekki í það sko, út af því að það er náttúrulega, það er sendingagjald og svona annað inn í þessum tekjum kannski. Er ég óvarfærin að vera að koma með 11.800 á mánuði? Ég veit ekki, það er ekki ógeðslega mikið það. Á mánuði? Nei, ég veit ekki. Sko, 11.800 sinni 7.900 er 93 milljónir. Sinum 12, 1,1260. Ég held við munum ekki hafa neitt gott upp á því að vera eitthvað svona í flýti að vera að henda þessu hérna upp og slengja þessu fram einhverju vitleysu sko. Dröfum þetta allt tilbaka. En bara, það er bara frábær rekstur og hérna til fyrirmyndar og ég tek hatt minn ofan. Heyrðu, bara gegja. Þá er komið að þér. Skemmtilegur rekstur líka. Þetta er bara fallegt, þetta var
Þetta eitt fallegasti ársendingu sem ég sé einhvern veginn. Þetta bara svona listaverk, sko. Já, og varan ekkert verri. Við höfum enga aðkomu að þekkjum ekki neitt. Við erum ekkert sponsaraðir. Nei, til að taka það fram. Eða í samstarfi við þau. En þetta náttúrulega bara geðveik afurð. Já. Heyrðu þetta? Hvað? Bara falleg tónlist. Já. Ítalinn. Heyrðu. Hér eru bara spilað ítalslög. Já, það rétt. Já. Það er komið að mér. Og eins og ég segi, ég tók svolítið gleði minn á ný að komast í hráuru. Það var eitthvað að hlakka í mér þegar ég byrjaði að kíkja á þetta. En ég sem sagt tók fjölskyldufyrirtæki Teo Kaffi sem var stofnað árið 1984. Sem að ég held að allflestir Íslendingar kannist orðið við. Og bara svona til að rúlla hans tilbaka að stofnendur voru og eru Sigmundur Dýrfjörð og Berglind Guðbrandsdóttir. En það kemur fram að Sigmundur féll frá árið 2017 og vegna krabbameins, langvarandi baráttu við krabbaminn. Og Berglind í dag stærsti eigandi með 61% og svo má sjá að tengdabörn og lykilstjórnendur eru komnir hann inn með hlut á móti henni. Og þetta er svolítið skemmtilegt, þau hafa oft gefið af sér vel í viðtölum í gegnum tíðina. Meðal annars maður kannski þurft að fá frá báðum hliðum er hægt í raunin að rekja hvernig markaðshlutdeild þeirra hefur þróast í gegnum árin þau sem sagt segja bara hérna í fréttum 2015, 17 og aftur 19 að fyrstu 20 árin þá var Teo Kaffi ég heldur segja hafa verið með kannski 50% markaðshlutdeild í veitingarekstri, þar að segja þegar þú varst pjakkur og mamma tók það á kaffihús og sprengt í síðan americano eða espresso og þú fékkst þér súkkulaðiköku og rjóma og kakó. Þá var hún að drekka te og kaffi en þetta var svona B2B sala og þau börnin mun eftir því að hafa verið að mæla kaffihúni í veitingastæðina og fleira og svo verða þarna vatnaskill árið 2004 þegar að þau ákveða að fara á fullin á dagvörumarkaðinn sem svona og svo síðar kaffihúsin sem svona það sem við okkar kynslóð þekki te og kaffi í dag sko. En fram til þessa byrjuðu náttúrulega bara sem kaffibrennsla og svona B2B söluaðili sko. Og eins og ég kem inn á með markaðshlutdeildina þá hafa þau bent á það sko, hún fer úr því að vera tæplega 1% í dagvörunni 2018 er komin í 25% og í fyrra bara í 2021 vilja þau meina þessu með 27% markaðshlutdeild. Það er slatti maður. Og þá er komið að giskinu í boði Joe and the Juice. Ég er bæði og ekki búin að kíkja. Ekki neitt? Nei. Herru, Teo Kaffi er EHF-ið. Já, ég ætla ekki að segja, ég ætla að byrja þær að giska á hana. Ég ætla að koma þær óvart, sko. Ég ger alltaf ráð fyrir að þú búin að laumast í tekjurnar. Alls með einfjár. Renta tekjurnar. Nei, viltu giska á hver eru stærstu bröndin á kaffimarkanum? Bara í heimi? Nei, bara hérna á Íslandi. Íslandi? Teo Kaffi? Já, 27%. Kaffitár? Já. Nespresso? Heyrðu, ég hef nú reynda mátt taka þá inn. Heyrðu, þetta skiptið á mér. Nei, það kom fram að væri Merild og Gevalia. Dagvörumarkanum. Nespresso er náttúrulega D2C, direct to consumer sko. En ég kem lítilega inn á það litla veldi og eftir sko. Þau eru svona the new kid on the block sko. Og ég heyrði að einhverju málfarsistar væri að fara að reyna að ráða með að dögum vegna sletta. Já, það hefur verið kvartað við því. En umboðsmaður okkar, hinn íslenski Elon Musk, hann er að vinna í því að láta þau ummæli hverfa. Já. Heyrðu, já, þannig að þetta er svona, hingað eru komnir, 27% markaðshlutdeild og svona ágætt að skjóta því inn í að Kaffitár hefur á þessum tíma hérna síðastliðnum mánuð runni nýju kaffibrennsluna svo það er svona líklega stærsta samkeppnin eru taldir orkudrykkir Já, þá ertu komin inn á koffínmarkað Já, við erum í runni Við skulum nú ekki fara að hætta okkur þangað Nei, ég geri það ekki en mér fannst svona aðeins bara rétta undirstingar hlustendur með þetta sko Heyrðu, þá eru það renta tekjurnar í boði Rent a Party Já Ætli að þið drukkið mikið kaffi í fermingavíslum? Ó já Já Heyrðu, þú ætlar að giska það? Ég myndi giska á svona 1,5 milljarður. Já, þú veist rúmlega 1,4. Ok. 1 milljarður 400.868 árið 2020. Já, mér finnst það klikkuð upp að sko.
Það klikkuð uppæð og manni finnst það bara mjög gott en þó verður að taka það fram að þetta samdráttur 360 milljónir frá árunum undan og í raun og veru hefur verið svona downward trend í tekjunum því að þetta fór hæst í 1,9 milljarða árið 2018 og það svakalegt. Já. Þau eru hvað 1,4 núna? Já, þau tapa, ekki tapað, það svona tekju í rauninni. Ég tek samt eftir að tekjur að draga saman en hagnaður aukast. Já, þau eru klálega að ná meira úr hverju kílói, svo má orðið komast. Já. En það hefur ekki verið tekið vöxtur þarna síðastliðin ár þótt að reksturinn sé að ganga ágætlega. Já. Og ef við tökum hérna bara yfir í næsta kostnaðarverð seldra vara þá það einhverja 495 milljónir á árinu 2020 og það gerir 35% og ef ég fer svona í léttan samanburð þá þetta svona bara á pari við bransan eða sko ég tek hérna til samanburðar Reykjavíkur Roasters eða Reykjavíkur Ristina eins og það kallað Kaffismiðja Íslands EHF sem annar sem svona í vaxtafasa kom með 4 kaffihús Kaffitár kaffihúsin Nespresso og nýja kaffibrennslan og svona meðalkoksið í þessum bransa 42% þannig að te og kaffi bara í fínum málum. Já. Launin 445 milljónir 32% af veltu bara allt í góðu með það. Þetta slatta álagning eða svona Já. Ég veit ekki, maður myndi halda ég veit ekki, nei, þetta samt örugglega bara ég haldi að kaffið, það er nú hægt að smyrja alveg vel ofan á það. Sko, já. Þetta ekki nema svona þreföld álagning, 200%. Nei, ég ætla að reyna að hlaupa aðeins inn á þetta í lokin, sko. Það alltaf ekki sem andra en það talað sko að búa til espresso bollan, hráviðurinn eða hráefnið alltaf. Þetta svona 50 kall kom til landsins. Já. En þú færið espressoinn tvöfaldan á kannski 550. Já. En svo þarf að reikna inn í leiguna því að vera út á kaffihúsi og starfsmæðina þarf að fara úr sitt. Og það þarf að vera einhver eðlileg og hófleg álagning í þessu. Já, þetta 200% sýnist mér og það eiginlega minna en ég hefði haldið sko. Ég sagði samt slatta álagning en þú veist í þessum bransa hefði maður haldið að hún væri meiri. En þau eru náttúrulega vissilega að selja alls konar annað. Já, og sko þau sameina reksturinn fyrir einhverjum árum. Þetta var EHF sem hét Kaffi Veröld sem voru kaffistaðirnir og svo voru náttúrulega með B2B sölu, dagvörumarkaðinn sko. Þetta leggst saman í eitt. Já, maður myndi ekki ráð fyrir að kaffi síðan og talsvert meira álagning. Já, út í kaffihúsi. Og svo eitthvað sem dregur þetta hlutfall niður sko. Já, klálega. Já, þessa álagningu niður. Já. En þrátt fyrir minni álagningu heldur en Messias gerir ráð fyrir þá sem sagt EBITDA upp á 141 miljón sem gerir 10% EBITDA hlutfall og það bara nokkuð gott fyrir. Já, reksturinn bara í fínum málum þótt að hafi komið þarna erfið ára aðeins á undan þar sem að EBITan dippaði aðeins var 4% 2019 og það ár var raunin afkoma neikvæð og 2018 Þannig að það horfið til betri vegar og þrátt fyrir tekjusamdráttinn. Já, sorry, ég ætla nú ekki að vera að taka fram með það, mér finnst það áhugavert því að launin draga svo mikið saman. Hérna 2020 frá milli 2019 og 2020. Já, og starfsmönnum fækkaði. Hérna, og þarna komu enn og aftur inn á COVID áhrifin að það var náttúrulega 1 metra regla og 2 metra regla og ég man nú eftir einum skrautlegum fundi sem ég átti niður í bæ að það var á tímapunkti að máttu bara 10 sitt inn á kaffihúsi og við vorum 3 og hún hleypti, svo sem var að hleypa inn, hún sagði þið 2 megi kom inn á fundin og var svona að stinga upp á að yrði róterandi þriðji að labba inn út til þess að taka fundin inn á kaffihúsi. Þannig að þetta var alveg bíó sko. og það bara orðið svo skemmtistöðunum bara. Já, þetta ég veit ekki, þetta þannig að það vissulega, það var samdráttur þarna eins og á flestum öðrum stöðum þar sem að samkomu takmarkanir áttu við en já, þannig að þetta svona lítur ágætlega út hjá þeim rekstrarlega séð, ekkert að þessu og við erum að tala að hagnaður af reglulegri starfsemi fyrir skatta 62 milljónir. Heyrðu, ef við dembum okkur aðeins í Myndalegur hagnaður. Já, efnahagsreikningin þá eins og svo oft í þessum bransa fasta fjármunir og þar fyrirferða miklir innréttingar áhöld og tæki på 128 milljónir en te og kaffi náttúrulega líka í framleiðslu og ristun á kaffibönnum og pökkun og öðru þannig að þeir eru með framleiðslu tæki upp á 233 milljónir þannig að þetta þarna eignir samtals upp á 744 fasta fjármunir 372
og svo aðra 372 bara nánast upp á tölu í veltufjármunum þar sem að byrðir eru fyrirferðarmistar og ef ég leyfi mig nú aðeins að leika hérna í sitja á mig samanböraháttinn. Fórstu í velturhraðan eða? Já, ég fór víðan völl og ég naut þess staðin fyrir að vera að bera saman einhverja leikskólakrakka og dagmömmu og velturhraða þá ég komin í hérna tekjur per starfsmann. Við spólum núna aðeins tilbaka, eru rúmlega 24 milljónir á starfsmann hjá Te & Kaffi sem feiki gott. Reykjavík Roasters er Reykjavík Ristinn 6,4, Kaffitár með 12 sem örugglega svona helsta samkeppnin. Svo erum við komið með 2 hérna skemmtilega playera. Nespresso með 34 milljónir og veltir 1,2 mjördum sko. Og eins og ég segi, þetta svolítið svona new kid on the block en þeir eru með hörku rekstur sko. Og svo nýja kaffibrennslan sem sem sagt samkurl af öðrum vörumerkjum kaffi og svo brennslu kaffitár sem rann þar inni. Og þeir eru með mesta veltu per starfsmann, 36 milljónir. En velta þó bara 550 milljónir, þannig að það eru 1000 minni en með töluvert hærri tekjur per starfsmann. Já, en Te & Kaffi að gera nokkuð vel hérna. Te & Kaffi bara í drullu fínum málum sko. Og ef við tökum Cox plus laun 67% hjá Te & Kaffi yfir heildina 77%. Í bransanum bara? Já, bransinn. Og þau eru vel undir því? Já, ég vona að við verðum ekki grýttir hérna með einhverjum kaffipókum eða ristaðir í vélunum hjá þeim sko. En þú veist, við erum að bera saman kaffihús, við erum að bera saman aðila sem að flytja inn kaffibönir og ristaðir og selja dagvöru. Það bara kaffi. Capiche? Já, en eitthvað svona... Ætlar að vera með eitthvað vesen? En eitthvað svona gulli hlutfall í þessu Cox plus laun í kaffibransanum? Bara svona til að lifa af? Nei, ekki sem ég hef heyrt, sko. Ég náttúrulega, við höfum ekki stemt okkur í þetta þannig sér. Nei, menn hafa talað þetta með iðnaðina, sko. Já, þú getur ekki farið yfir 72% hlutfall í Cox plus laun. Þá er þetta bara gjaldþrota. Já, akkurat. Þannig að það væri kannski athyglisvert að taka það fyrir einhvern tímann. Já, og við erum náttúrulega með frábært fordæmi í þessu sem ég var búinn að leggja aðeins yfir. Það Starbucks. Já, það sennilega svo þekktasta keðja. Já, og ég með nokkra metrika bara í samantektinni en ekkert svona við beina rekstur sem ég fann í kynningum að þeir væru að einblína á annað en að Starbucks náttúrulega bara með einhverja, hvað var það, 40-50.000 Starbucks staði í heiminum. Te & Kaffi með 9 eftir síðustu talningu sko. Já, mun alveg slatta það á milli. Já, ég tók að sjálfsögðu return on sales rosalega hlutfalli sem við fundum í málningar samantektinni. Já. Og þeir eru sem með 5,4% og þetta þýðir að fyrir hverjar 10 krónur eða krónur sem kemur í kassan að þá þetta sem sagt það sem endar í EBIT og þeir sem að bera höfuð og herðar yfir hér eru náttúrulega Nespresso og ég held þetta sé efni annan þátt að spá í Nespresso því að þeir eru að velta 1,2 milljörðum. Veistu á hvað mörgum stöðum? Hvað, þau eru Kringlunni og Smáralind og bara það? Já. Maður þarf að fara að endurskoða líf sitt það er svakalegt. Hvað þú getur búið til mikinn pening á því að vera bara á réttum stað í Kringlunni og Smáralind. Já. Þeir eru náttúrulega með vefverslun og fyrirtækjasölu. Já. Þetta er bara svo fancy, þú veist, er ekki fólkið þarna í drakt og bara jakkafötum? Já, þú veist, þau eru bara snirtileg og kurteis, sko. Nei, ég er að segja bara, það er svo mikil svona glans yfir þessu, sko. Já, þú veist, þetta er upscale og svona high-end, maður skilur það. En hugsaði bara, þau eru með starfsmenn sem afgreiða, sko, kaffipakningarnar versus hvernig kaffihúsin allt auka vesenni sem þú tekur á þig á sambærilegum stað fyrir mögulega ekki meiri framleið sko. En já, eins og ég segi, þetta getur bara verið efni í auka þáttum kaffimarkaðin sko. Velturhraði byrða þannig að áður maður missir hlustendur hérna í þvælunni okkur sko. 2,59 þannig að biðtíminn 140 og ég held að það sem að er að gerast þarna svolítið svipa á hjá málningu. Þau eru bæði frumframleiðslan upp á vinnsluna og svo eru þau með kaffihúsin og þetta er í sama EHF-i. Bara liggja á þessu. Það er svo sem, það rennur ekkert út eitthvað svo glatt eða það? Ég held ekki, því að þú veist, ef þú tekur síðan pjúra kaffihúsin eins og hérna Kaffitár kaffihús, þá eru þeir með 26 til dæmis, þannig að þeir eru að velta byrðunum á 2 vikna fresti. Og það er náttúrulega út af því að þeir eru með sitt inn í nýju kaffibrennslunni, það sem þeim er lægra sko. Ætlaði sér að kaupa, er ekki hægt að kaupa kaffibönni framvirt? Jú, það er bara, þetta er eitt stærsti hráurumarkaður í heimi og byttu fyrir þér. Athyglisvert. Já. Skoðum það kannski í seinna. Já, þannig að ég dempi mér aðeins hérna í gleymistreymið, kíkja á það fyrir þig. Það er boðið einhvers í dag eða? Nei,
við ætlum bara að gleyma því. Ok. Nei, á ég ekki að taka efnahagsreikningin stöðlega fyrir með skuldirnar. Ég var náttúrulega komin inn í eignir og veltufjárminn áðan, sko. Hvað skuldaði? Give it to me. Skulda 430 milljónir. Ok. Sem þokkalega hátt sem hlutfall af heildareignum. Já, byrju nú við, skulda hérna... Heildareignir eru sko 744 á meðan langtíma skuldir eru 430. Heildarskuldir eru 655 milljónir sko. Þannig að Binni í bankanum alveg á vaktinni þarna með óvertryggt verðtryggt sko. Það náttúrulega frekar hátt skuldahlutfall eða bara mjög hátt. Já. Það verður bara að segjast alveg svo Já, ég tók blessa lausafjárhlutfalli fyrir 0,86. Nei, veltufjárhlutfalli segi ég og lausafjár harðari mælikvarði á skammtíma greiðsluhæfi eins og hefur komið það fram. Akkurat. En hérna, þú tókst það ekki? Nei, ég bara, þú veist, ég ekki engillinn í þessu. Það hlýtur að vera eiginlega talsvert lægra því að byrðir eru frekar stór hluti hérna af veltufjármunum. Já, þær eru það. Já. Og það kannski eitt með byrðirnar upp á... Lausafjárhlutfallið frekar slaft hérna. Já, ég bara sé það. Maður náttúrulega orðinn þaulreyndur í þessu. Já. Þegar það eru mikið bil á milli veltufjár og lausafjár, það ekki gott í mínum bókum. Nei, það bara passa sig. En eins og við höfum tekið fram að þetta getur verið fljótt að breytast og bara passa sig, fram veginn, bara hugsa vel kúnan og þá kemur hann aftur. Já. Við komum nú reglulega þarna. Já, byttu fyrir þér. Ruglaði mokkið þarna sko. Sjóðstreymið, bara þokkalegum málum, Pingjan, hækkun og handbæri fé 16 milljónir árinu. Ok. Handbært fé í árslok 67 milljónir. Bara fínustu málum sko. Þau eru þarna með einhverja smá fjárfestingar eða kaupur varalegra ekstra fjármuna. Og gott ef þau voru ekki að opna staðinn á Garðatorgi þetta ár. Þannig að þú veist, eins og við höfum séð áður, það alltaf verið að fjárfesta í innréttingum og einhverjum krúsidúlum til þess að fólk nenn að mæta og hafa huggulegt. Ég tek þetta eftir aðeins til að grípa fram í með langtíma skuldirnar. Þetta hérna eyrnamerkt sem skuldir í íslenskum krónum. Já. Þær eru óverðtryggðar. Þetta lán hérna upp á 477 milljónir og afborganar á ári eru hérna 46 milljónir. Það heill hellingur sko. Já. Og hérna, bara athyglisvert að rýna í þetta. Þetta hægt að sjá í skýringum. Já. En þannig að ef ég fer svona að taka þetta aðeins saman. Já, ok. Ekki kannski rétti tíminn, ég veit ekki. Og lít svona aðeins á, þú veist, það sem að maður vekur strax upp blendin viðbröð af hverju tekju samdráttur á þessum árum. Það COVID, jú, það þarna fallva á, ég veit ekki hvað mikið ferðamennir voru þarna að demba sér. Eitt eru kanslaráhrifin, ég og kanslarinn voru náttúrulega þarna í Borgartúni, hættum að vinna, við vorum í te og kaffi svona 2 á dag, sko. Já, þá hefur nú eitthvað fallið niður. Já, það gæti verið sæmilega veldudroppi þá, sko. En svo eru bara aðri þættir, ég meina Krispy Kreme og Dunkin Donut komu inn þarna. Já, það reyndar hörkupunktur. 16, 17, 18 og það var alveg frekar vinsælt kaffi. Í einhverju geðveiki voru bara að opna held í 12-15 staði hvort. Og voru eiginlega bara búin að pakka hún í tösku og fara henn heim á mettíma. Þetta reyndar áhugaverður vingil sko, því að kaffið var frekar vinsælt. Já, en þú veist, ég meina, þetta nú bara svona, þú veist að setja varalind á svínið þegar þú segir þetta sé bara kleinurikjastaður sko. Það eru helviti margir sem labba bara inn og kaupa sér kaffi sko. En þarna, já, maður velti fyrir sér hversu mikið þetta hafði áhrif á tekjur þarna 18-19, sérstaklega upp á kaffihúsinu gera sko. Annað orkudrykkjamarkaðurinn, Collab, Nocco, Rippage, já, það Monster. Náttúrulega auðvitað annar frábær vinkill sko. Eftirspurn eftir koffinni eða sko koffínmarkaðurinn hefur að taka þeim breytingum að við erum bara að verða snar biluð sko. Þú veist, það bara... Já. Þetta bara að færast út í okkar sko. Já, þú veist, við erum að taka hérna 2 espresso árum við löpum út heima í okkur og taka Nocco þegar við erum að mæta bara til að nenna að kveikja ljósin sko. Sko. Já, fólk bara orðið svo háð þessu. Já, þetta bara, þú veist, fíla Ísland. Ég ennþá bara í kaffinu. Ég drekk lítið á orkudrykkjónum og bara, veist, góðu bolli er alltaf bestur sko. Já, nei, ég var bara að fara að henda Peace John og Ölgerinni og fíla Ísland fyrir rútuna með Collab og að þú veist, þau kom inn á markaðinn og þetta orðin hrottaleg velta á koffíndrykk sem var bara ekki til sko. Það væri áhugavert að sjá bara hversu stór hlutdeild te og kaffi hefur bara á koffínmarkaði. Það örugglega bara frekar lítið því að þetta orðið, bara þessi markaður orðin sturlaður sko. Já, Nocco náttúrulega búið að snarast og fleiri sko. Og svo bara eins og segja Collab og Monster og allt þetta dót sko.
Já, þannig að sko mín pæling var svona óbeinu áhrifin þegar ég er búinn að borða hérna við fáum okkur eitthvað í hádeginu og svo keyri ég með kollab svo skjótustu í Smáralindina og þá maður, skilur búinn að taka þennan koffínskammt að maður þorir ekki aftur í lakrís cappuccino en alveg strax sko. Fyrir 5 árum þá væri maður að taka bara 2 lakrís cappuccino sko en koffíni að keyra okkur alveg Ég veigra mig við þessu, ég verð skjálfendur. Já. Það vesen. Maður fær bara, nei, maður fær nú ekki svita, en það svona. Örgli í einhvern tilfellum. Já. En já, enga síður, hvað? Já, bara svona ég fyrir að ljúka mínu máli. Sé hérna nýjung hjá Te og Kaffi að þeir byrjuðu að bjóða upp á afhendingar í bílinn í janúar þessu ári. Og ég fór svona aðeins að spyrja mig af hverju núna, sko. Bara janúar 2022? Já, mér sýndist það á Facebookinu, sko. Og annað sem maður slæðir svolítið þú veist, þú getur hringt og pantað. Mér líður svona eins og vinur okkar í Dominos væri búin að leysa þennan vanda, búðu bara til app og láttu fólk panta í appinu og þegar ég fór að kynna með Starbucks að jú, það nú eiginlega leiðin sko. Þeir Starbucks benda á það store-based shifting towards convenience og benda á það hérna fyrir árið 2023 þá ætlast þeir til þess að 40% af sinni afgreiðslu á kaffihúsum verði drive-thru og 5% pick-up sko. Og allt í appi þar sem að sko 1 af hverjum 4 pöntunum hjá Starbucks kemur í gegnum appi í dag og ég held að þetta sé eitthvað sem við erum bara ekkert almennilega búin að sjá af á íslenska markaðnum sko. Ég hef oft hugsað þetta af hverju ekki einhver að selja kaffi á Miklubrautinni þú ert á leiðinni í vinnuna, kannski hefur áhrif á umferð en Kanin greinilega farin að hugsa eitthvað á þessa leið. Ég veit að Te og Kaffi með app og þeir eru með vildaklúb, þú ert alltaf að spyrja, ertu í vildaklúbnum? Svo náttúrulega Aktu Taktu náttúrulega með þetta drive-thru koncept sem við öll þekkjum sko en hvað kaffi jú, það örugglega fólk á mótnana sem að fer á næstu kaffi þar sko. Já, ég veit ekki, ég sé Te og Kaffi illa fyrir mér í þessu, Já, en sko, þau eru byrjuð á að leyfa þér að hringja og panta. Já, væri maður ekki að útrýma símavörum í dag? Jó, það nú það sem flestir eru að gera, sko. Já, ég veit það ekki. Þetta bara svona, þetta sló mig út af því að Starbucks bara hérna, 1 af hverjum 4 pantar í appinu og við viljum að það aukist. Já. Við viljum að 40% fari bara í drive-thru og 5% verði bara pick-up. Bara, við viljum ekki sjá því, sko. Þetta bara pick-up, sko. Athyglivert. Já. Svo fann ég hérna algjörlega í lokin að 45% af tekjuvexti síðastliðna 4 ári hjá Starbucks cold beverage og þetta annað trend sem að hefur almennilega ekki náð að það frappuccino og þetta? Já, ískaffi bara. Já, íste, já. Ég var nú með TikTok-kaffi hérna daginn, þú bara Já, ég drekk þetta ekki sko, ég vil ekki sjá þetta sko. Þetta eitthvað héraðskaffi, ég vil ekki smakka þetta. Ég bara, já. Það komast á vagnir, því miður. Nei, og ég vil hafa kaffi mitt heitt. Hvað cold beverage að vaksa hjá Starbucks, ég hef ekki orðið mikið var við hérna heima. Nei. En sláandi tölfræði fyrir Ísland og ég nú svo sem ekkert fyrstur að fara með þetta. Meðalneysla í heiminum 1,3 kíló af kaffi á kjaft á ári. Ísland, reynda 2015, var með að meðaltali 7,5 kíló. Ha? Já. Meira? Já. Þetta hefur eitthvað með skammdegis þunglítið að gera sko. Já, þú veist, ég hef svo sem lesið þetta milljón áður eitthvað með Svíþjóð, Ísland, Danmörk. Við erum bara fucking kaffi óð. Ég hef alveg staðið með að því að bara, þú veist, bara hreinlega stökk og fætur bara því ég veit að það kaffibólla sem býður mig. Já, ég meina það eru margir sem að hugsa kaffibóllan að það er bara að kemur mér á fætur. Þessu fyrir sem enn ekki að fara að sofa og þeir eru að býða eftir að fá fyrsta morgunbóllan af kaffinu, sko. Þetta einmitt. Heyrðu, að lokum, kaffi ekki bara kaffi. Verð á kaffibönn í dag $1,95 per kíló Robusta, 3,32 fyrir Arabica bönina og það eru spár að verða á kaffibönnum að hækka á komandi árum, þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig því verður fleytt út í verðlag. Ég þarf að fara að kynna mér þennan markað sko. Og rekstrarar eins og Te og Kaffi og aðrir bara, halda áfram að sinna sínu sko. Já. Hvað segirðu? Ég tæmdur, bara flott, þetta geggjað fyrirtæki, allt sem maður lesir það nett, finnst mér. Fjölskyldufyrirtæki, það eru sögur að ég held að allir stjórnendur hafa einhvern veginn þurft að vinna sig upp af gólfinu. Flestir þarna byrja bara sem þjónar eða kaffibarþjónar og falleg saga. Já, virkilega. Þau eru alveg klálega top of mind hjá mér sko og bara hjá mörgum held ég. Já, ég reyndar verða að koma með sjátátt á Kaffitár sko, þeir voru alltaf mínu menn. Ég var með Ellin Hjertó maður, ég hef ekki séð það lengi. Nei.
Og eins og frækt var orðið var ég náttúrulega í samstarfi við þá með ritgerðina mína. Já, einmitt. Við förum ekki að... Fyrsti maður á landinu til að fá spons á meistararritgerð. Já. Eða var þetta BS? Formólan, ég sponsoraði Formólan, það var í samstarfi við Kaffitár. Sölumaður dauðans. Já, þannig að El Nierto, það, svona Guatemala, það var mitt sko. En nei, þú veist, við erum bara te og kaffi menn í dag. Algjörlega. Það er bara staðan sko. En herru, þá fyrir við bara að slá botnin í þetta. Við viljum kannski bara minna á hérna Facebook-hópin okkar. Dýbind og Pingjan. Dýbind og Pingjan. Facebook-hópurinn, Dýbind og Pingjan, þar munum við koma til með að vera virkir. Við erum svona að safna í púkið þarna. Já, og ég held sko, þú veist, við erum að taka svo marga svona mismöndi punkta. Ég ætla að fara að henda glósum þarna. Já. Það er svona gott aðhald líka bara. Já. Svo verða alls konar bara svona spurningar, poll og hvað sem þetta kallast og vonandi virkar umræður. Vonandi. Ha. Vonandi. Og bara enn og aftur, ef þú fílar þetta, ít að follow og geða okkur einhvern. Já. Gaman að senda á einhvern sem þú þekkir ekki, sem að... Algjörlega. Svona fá... Einmitt. Já. Við viljum halda því áfram. Já. Við erum búin að vera að fá sögur af fólki sem að senda bara á einhvern innan vinnustaðarins. Já. Og þetta hefur haldið uppi heilu samræðunum. Já. Þannig að endilega halda því áfram. Já. Og bara follow á öllum veitum og gefa einhvern. Klart. Og gagnrýna ef svo ber undir. Við erum ekki yfir gagnrýna hafnir sko. Nei, klálega ekki. En heyrðu, þá segðu þetta bara gott í dag. Yes. Kæra þakki fyrir góða hlustun. Grazie.